Skjóða, veistu hvað gerist eftir nokkra daga? Já, ótrúlega margt. Ég skal gefa vísbendingu. Já. Maður setur eitthvað út í glugga. Jólaseríu. Já, og skreytir allan gluggan með jólaseríu. En heyrðu, kæru vinir, verið hjartanlega velkomin í jóladagatal Hurðaskellis og Skjóðu! Skjóða, núna ætla ég að kenna þér svolítið. Já. Það kemur í ljós eftir smástund hvað það er. Jólasveinar.is kynna með stolti jóladagatal Hurðaskellis og Skjóðu. Í dag er 9. desember og þau ætla að föndra snjókorn. Ég ætla að biðja þig, listamanninn Skjóðu, að teikna fyrir mig snjókorn. Það má vera kannski bara svona stórt. Listamaðurinn Skjóða hefst handa við að teikna snjókorn. Gjörðu svo vel, listamaðurinn Skjóða. Já, þetta gengur vel. Þarna kemur strik og þarna kemur strik. Þetta er rosa flott hjá henni. Já, þarna kemur strik og hvað gerir svo? Og þarna kemur, já, eitthvað. Þarna, Svona. Já, þetta er bara glæsilegt hjá þér. Og veist hvað við gerum núna? Nei. Núna náum við í smjörpappír. Það ná að vera hérna einhvers staðar á borðinu hjá okkur. Er það út af því að við erum að fara að baka? Ég segi ekki meir. Ég hef aldrei notað smjörpappír nema ég sé að baka. Já, nú er það sko, þetta er hálaunuleg uppskrift sem ég er að búa til núna. Nú náum við í smjörpappír. Við leggjum hann hérna yfir, svona. Og þú sérðu, við sjáum ennþá snjókornið. Já, í gegnum smjörpappír. Í gegnum smjörpappír. Og þá getum við bakað ofan á snjókorninu. Já, og svo náum við í uppþvottarlaug sem ég hef búin að taka saman einhvers staðar hérna. Hann er einhvers staðar hérna á borðinu. Hérna? Þarna, já, sérðu. Og við smellum eins og einni sprautu. Búp, búp, svona. Hurðaskellir. Jú. Ég held ég vilja ekki baka lengur ofan á snjókorninu. Býttu bara, þetta er sko hálaunuleg uppskrift. Og við tökum líka smáa bara úr vatnsglasinu mínu og styrtum svona bom, 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 kannski aðeins meira, bom, bom, og síðan klínum við þessu hérna yfir snjókornið. Sérðu. Þetta er skrítið. Ég veit, þetta er svolítið skrítið, þetta er hálaunuleg uppskrift. En þið vissum að þú viti hvað þú ert að gera. Já, svona, ég er ekki alveg kannski með það á hreinu. Blikk, blikk, auðvitað er ég með það á hreinu. Svona, sérðu, nú erum við búin að blanda saman hérna uppþvottalegi og stassa vatni. Svona, svona. Og það sem við gerum næst, viltu sleikja betra það? Nei takk. Nó, þetta er ekki rjómi. Af því þetta er ekki rjómi. Svona, þá gerum við næsta sem við gerum er að við tökum límbyssuna. Og við ætlum að elta útlínuna sem er hérna undir, sjáðu. Við byrjum hérna. Hurðaskellir, mér finnst þetta svolítið skrítin kaka. Já, þetta kemur allt sko, þetta er hálaunuleg uppskrift. Svona, það vantar aðeins hérna milli sko, maður að vera svolítið tenging. Og síðan gerum við löngu línuna. Það tengjast svolítið vel. Já. Svona. Svona, og nú þarf að fylla á límbyssuna. Er bara hægt að gera snjókorn? Nei, maður getur teiknað sko, maður getur þess vegna búið bara til hús. Hús? Já, eða jólatré eða hvað sem er. Upp og síp, upp og röð. Jólatré, það getur líka verið skemmtilegt. Já. Þannig að þú ert eiginlega bara að teikna snjókorn með límbyssunni. Já, og það er bara auðveldara að gera það þegar það hefur komið smá mynd undir. Ég skil. Ég held að vanti einn punkt hér og einn punkt hér til að tengja saman, eins og þú sagðir. Alveg rétt. Þetta er rosalega flott hjá þér. Að sjá, hvað vantar meira? Kannski vantar aðeins hérna. Svona. Er þetta ekki bara að fara að vera fín? Jú, ég held að sé bara að komið, kannski smá hérna til að tengja saman. Tengja saman. Svona. Og hvað gerum við svo Hurðaskellir? Herri, svo býðum við núna í smástund á meðan þetta þornar. Tökum bara blaðið undan og leiðum þess að þorna í smástund. Ég er svolítið óþolinmóð. Þú má blása á þetta bara. Núna er það tilbúið. Núna er það alveg að vera tilbúið. En það er alveg að þorna. Já, og sko, málið er þannig að við settum smjörpappír undir og svo settum við sápu og vatn
til þess að límið myndi ekki festast alveg við smjörpappírinn. Þá auðveldara núna að ná því af. En maður þarf að vanda sig, af því núna það kannski pínu fast, sérðu? Og maður bara skefur að pínu af, sérðu? Og þá komin baram! Vá! Fína jólaskemmta. Já, eða snjókorn. Eða snjókorn. Já, snjókorn. Ég segi þetta jólasnjarna. Þetta er jólasnjókorn. Já. Og þá erum við búin að nota smjörpappírinn. Já, en við skulum samt hafa ennþá pappír undir, bara svo við skemmum ekki borðið. Já, ég skil. Það sem við gerum næst er að við tökum þetta hérna. Veistu hvað þetta heitir? Mod Podge. Já, og þetta getur maður keypt bara í föndra búð hérna á Dalveginu. Já. Já, það svona föndrubúð og maður getur keypt bara fullt af föndurdóti þar. Maður sjá, maður getur ekki hérna og ég tek einn pensil og þetta og klíni þessi á stjörnuna. Nei, á snjókornu kjáni. Já, þú ekki að þetta væri stjarn? Ég veist þú væri stjarna? Nei, ég held að þetta væri sko snjókorn, af því ég teiknaði maður þú sagði. Fyrst sagðirðu stjarna og ég alveg nei, ég skal með þetta snjókorn. Nei, það var þú sem sagði það. Það er eitthvað ruglast. Svona, og svo það bara hérna. Ég myndi passa að skeggið þitt fari ekki ofan í lífið þetta stjörnir. Nei, þá myndi ég kannski bara festast við dolluna. Já. Þú verður alltaf fastur bara með dollu í skegginu. Halló krakkar, ég er með dollu í skegginu. Ég skil ekki af hverju við erum að nota Mod Podge. Af hverju erum við að líma á þetta? Af því það sem við ætlum að gera á eftir er að við ætlum að dreifa einhverju fallegu skrauti yfir þetta. Kannski glimmeri eða einhverju svona fínu skrauti. Ég sé það núna, þú ert tilbúin með glimmer. Já, þú ert svo fljót að kveikja á perunni maður. Ég elska glimmer. Svona, og þá er gott að hérna, svona. Má ég setja glimmer? Þú má setja glimmer. Við verðum bara að passa okkur að vera svolítið fljót svo við límum ekki snjörnina við pappírinn. Má ég setja mikið glimmer? Þú má bara setja eins mikið glimmer og þú vilt. Þú ert svo mikið glimmer stúlka. Herði, þá þú nú að hitta á frænda mín á Tenerife. Nú? Já, hann var allir í glimmer. Nei, en hann þá ekki frændi minn líka? Ég veit ekki, mann ekki hvað hann heitir. Svona, og þá ætlum við að losa hérna og losa snjörnina af. Vá, fóru flott! Jæja, kæru vinir og skjáðavinn, þá er tilbúið þetta gullfallega snjókorn. Vá, ég hef aldrei séð svona falleg snjókorn áður. Ég er búinn að segja þetta jólasnjarna. Já, nei, þetta heitir jólasnjókorn. Hann er með glimmeri og öllu. Og veistu hvað þetta er að gera? Hvað? Sko, það er að taka nál og stinga inn í gegnbóp og setja lítinn fallegan borða og hengi þetta upp sem jólaskraut. Í gegnum límið? Já! Ég vil gera svoleiðis. Þá myndi þetta hanga svona fallega, það má líka kannski hanga það bara upp á vegg eða hvað sem er. Kannski yfir rúminu í lampanum mínum. Þannig að ljósið úr lampanum skíni á hann og þá glitrar þetta eins og snjókorn ég að fara að sofa. Þú er svo hugmyndarík. En kæri vinir, ég hlakka til að sjá ykkur á morgun. Ég líka. Já, og skjóða líka, við verðum bæði. Já, þetta er jóladagatal okkar. Ég veit það, og við segjum bara bless, bless, takk fyrir okkur, sjáumst á morgun, kveðja, hurðaskellir og leiðinda skjóða. Hurðaskellir, ég heiti bara skjóða. Ég var að pæla, eigum kannski að hengi þetta bara upp fyrir ofan rúmi, hjá lampanum. Já! Er það ekki? Svo það glitri þegar ég er að fara að sofa. Glitri, gæsvar, má bara eiga þetta. Í alvöru, takk fyrir. Þetta er nú bara eitt fallegasta jólaskraut sem ég hef séð og alls ekki svo flókið að búa það til. Við þökkum öllum þeim sem horfðu á okkur í dag og minnum ykkur á að við höldum áfram að föndra á morgun. Ekki missa á næsta þætti.